Sandra, ykkur var spáð fyrsta sætinu. Þeir eru ekki búin að stíga feilspor á undirbúningstímabilinu, en áttur ekki alltaf eins vonað því að fólk myndi vera rétt ykkur titilinn núna í október? Þetta náttúrulega bara spá, en þetta er allan sem við stefnum á, þannig að vera í fyrsta sæti. Þið fenguð ansi rúman tíma leikmenn Keflavíkur til þess að stilla ykkur af undirbúningstímabilinu. Þið setið ekki inn erlenda leikmann fyrir bara í lok Lengjubikarsins, þannig að þið voru að fara þetta svolítið bara á, hvað ég var að segja, færibandinu sem virðist alltaf verið í gangi hérna í Keflavík. Já, það er rétt. Hún var svolítið lengi að koma, þótti að vera ennþá að vera í samningsviðræðum við hana, og svo fekk hún náttúrulega ekki leikheimild. Þannig að við erum búin að vera að rúlla þessu bara á okkur íslensku leikmönnunum. Það er bara gengið mjög vel. Margar þarna í fyrsta sinni það ekki að spila undir stjórn Sigurðar sem tók við liðinu í sumar. Hvernig leggst þetta samstarf í því með Sigurði? Bara mjög vel. Hann er náttúrulega þjálfað mig áður og mér finnst hann bara frábær þjálfari. Þannig að bara mjög spennt fyrir þessu tímabili. En þeir eru að gjóa augunum á önnur lið í deildinni. Er spáin nokkuð samkvæmt sjálfur sér? Hverri áttu vonaði að verði að þessi 4 lið sem muni taka þessi 4 sæti sem eru í boði fyrir úrslitakeppnina? Ég held að verði Keflavík, Valur, Snæfell, svo veit ég ekki alveg, Grindavík, Haukar. En það kemur allt í ljós, getur allt gerst. Þannig að Keflavík, Valur, Snæfell fyrir mót finnst þér vera kannski sterkust á að horfa í augnablikinu? Já, allan núna. Framlagið hjá ykkur U18 stelpunum í Keflavík, þér, Söndru, Söru og Bríeti, það mun mikið vera á ykkar herðum, en það er eina þarna sem er töluvert eldri en þig og hún virðist aldrei ætla að hætta. Heldur að þið U18 stelpunna verði jafn lengi í þessu og Birna? Vonandi, það er vonandi að maður getur verið eins og hún. Hún er frábær, sko. Hverju skilaði fyrir liðið að hafa svona reynslubolta svona vakandi yfir ykkur? Þetta gerir ekkert smá mikið fyrir lið okkar. Hún er frábær. Hún er bara svo mikið með þetta. Hún veit alveg, hún er búin að vera svo lengi í þessu, hún veit alveg hvað hún er að segja. Sandra, góða skemmtun í vetur og gangi ykkur vel. Takk fyrir.